Hildur segir það hafi verið miklu meira heldur en einhver svona óformlega þreifingar. Hún skildi að þannig að þetta væri nánast í höfn að þið myndu hefja formlegar viðræður. Hverju svarar því? Það bara ekki rétt. Það kom fram og það eru fleiri til frásagnar en ég. Það voru fleiri fulltrúar Framsóknar og Viðreisnar og Samfylkingar á þeim fundi. Það var alveg skýrt að að ræða óformlegar viðræður og ég get auðvitað ekkert fullyrst hennar túlkun á þeim fundi. Við höfum unnið saman og vel allan hennar tíma og því kemur það mér mjög óvart að maður sé sakaður svona óheilindi og að vinna ekki af heilindum. Því að það var alveg ljóst á þessu fundi að það var ekkert samkomulag í höfn. Við sögðum það við munum nú melta þennan fund og skoða hann og meta með okkar fólki sem var gert og ég sé gera ráð fyrir að þau hafi gert líka. Í millitíðin og á meðan, þetta alltaf gerast mjög hratt þessa daga, á ég svo samtal við oddvita Sjálfstæðisflokksins og niðurstaðan eftir þann fund að þessir fundur á mánudagskvöldið sem lá svona þungt á okkur að vel hægt að komast yfir það og vinna málið áfram og við fórum í þessar formlegu viðræður sem við byrjuðum í gær en endu í dag á þessum grunni. Kemur það þér og þá óvart að þau túlki þetta svona sem annars vegar trúnaðarbrest og hins vegar hreinlega svik? Ég er bara mjög miður mín yfir því að það sé raun og upplifun þeirra því að þannig hef ég ekki unnið og aldrei unnið og þess vegna þá það endurspegla líka í kosningunum að bæjarbúar ánaði með málflutningu Framsóknar og framgöngu bæjarstjórans og þar af leiðandi er ég miður mín yfir því að þau upplifa með þeim hætti. En ég get auðvitað ekkert látið þau túlka það einhvern veginn, þau túlkaði með sínum hætti en við vorum skýr að var að ræða óformlegar viðræður og við ættum eftir að taka það svo inn í baklandið okkar. Það var ekkert annað sem var ákveðið í lok þess fundar. Það var ekkert samkomulag eitt það var verið að þreifa á, er einhver málefnalegur ágreiningur, er eitthvað svona sem menn sjá fyrir sér varðandi mögulegt meirihlutasamstarf og svo það auðvitað tekið bara á réttum grunni og bara í rólegheitunum með okkar fólki áður en tekinni ákvörðun formlegar viðræður sem var svo ákvörðun að fara með Sjálfstæðisflokknum.